frá því. Þú verður að gæta þess að ljóstra ekki upp leyndarmálinu mínu, Njalli. Gugga á pósthúsinu hafði fylgst með ferðum Palla. Hún var mjög ánægjuleg á svipinn. Halló Palli, sagði hún. Það er heilmikill póstur í dag. Palli gladdist ekkert sérstaklega yfir því, þangað til hann sá að flest bréfin voru til hans sjálfs. En hverjir gátu það verið sem skrifuðu Palla bréf? Á einu umslaginu var mynd af ketti og utan á skriftin myndi mikið á skriftin hennar Kötu. Opnaðu þau, þá veistu frá hverjum þau eru. Og það var einmitt það sem Palli gerði. Hann var alveg steinhissa. Þetta voru allt saman afmæliskort. Hann raðaði þeim á afgreiðsluborðið. Þarna var kort frá öllum þeim sem hann bar út póstinn til. Það var auðvitað mjög gleðilegt. En hvernig vissu allir að hann átti afmæli í dag? Hann hafði haldið í leyndu árum saman, en nú vissu það allir. Það var svei mér skrítið. Ekki veit ég hvernig þú komist að því, en leyfðu mér að óska þér innilega til hamingju með afmælið. Palli keypti 6 súkkulaðikettlinga. Svo tók hann afmæliskortin og bréfin og hélt af stað. Bum 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 bum, brum bum 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 bum, brum bum bum bum, birli dirli ding. Tvíburarnir í Grænadalskoti biðu eftir Palla. Til hamingju með afmælið, Palli, sögðu þeir þegar hann kom inn með póstinn. Takk ykkur fyrir. Mamma þeirra var í eldhúsinu en kom nú út til Palla. Til hamingju með afmælið, sagði hún. Palli sýndi tvíburunum kortin sín. Við bökuðum köku handa þér? Hvernig vissuð þið að ég á afmæli í dag, spurði Palli. Það segjum við ekki, sagði Pína, mamma Kötu og Tomma. Það er leyndamál. Ha, það var leyndamál, sagði Palli og hló. Hérna er sykur samt að Njalla, sagði Tommi. Þakka ykkur kærlega fyrir. Jæja, hef ég þá engu gleymt, hvorki köku, mús, né kortum. Verið sæl. Njalli rak augun í músina. Honum fannst ráðlegast að krækja sér í hana áður en hún kæmist undan. Nei, sagði Palli. Þess átt að geyma fram að kaffi. Hún getur hvort sem ekki sloppið. En Njalli var ekki jafn viss það. Komdu sæll, séra Jón. Hér er bréf til þín. Ó, þakka þér fyrir. Ég átti einmitt von á því. Og hér er dálítið sem þú átt að fá í afmælisgjöf. Þakka þér fyrir, sagði Palli. Þetta var biblía bundin í leður. Ó, þakka þér fyrir. En hvernig vissur þetta? Lesið og þér munu læra. Þetta var fallega gert að þér. Vertu sæll.
Guð fylgi þér. Palli var með bréf sem átti að fara Tómasarbæ. Kom inn. Palli kom mátulega til tedrykkju. Þakkaði fyrir. Ó, hér er bréfið þitt. Nú kom Andrés bóndi inn. Halló Palli, sagði hann. Til hamingju með afmælið. Hann gaf Palla staf með handfangi úr hrútshorni. Hann hafði sjálfur búið hann til. Þessi heldur hundunum í hæfilegri fjarlægð. Sagði Palli. En hvernig vissur að ég á afmæli? Þú verður sjálfur að komast að því, sagði Andrés og brosti. Þú ert nú einu sinni ansi frægur póstur. Hvað á hann eiginlega við, hugsaði Palli. Hann skildi hvorki upp né niður í þessu og bíllinn hans var að fyllast af gjöfum. Njalla var illa við stafinn. Hann hélt á horni gæti stangað hann ef hann liti á honum. Dísa amma var að baka þegar Palli kom í bréfin. Hann færði henni líka matvörur, þar sem búðarbíllinn hans Svenna komst ekki upp tröðina að kofanum hennar. Góðan daginn, hér kemur pósturinn. Dísa amma hafði prjónað eitthvað til að gefa Palla í afmælisgjöf. En hvað var það? Ullarvesti. Þá verður þér ekki kalt í vetur, sagði Dísa amma. En Palli var hræddur að sig klæjaði undan því. Þakkaði fyrir, sagði hann samt. Það passar alveg. Hvernig vissur að ég á afmæli í dag? Ha? Ég heyri ekki hvað þú segir, sagði Dísa amma. Mér vantar nýja rafhlöð í heyrnartæki mitt. Ég skal færa það nýja rafhlöð á morgun, sagði Palli. Vertu nú sæl. Þegar Palli kom heim til fröken Randalínar, fékk hann ávaxtarsafa. Sjálf fékk fröken Randalín 2 bréf. Hún skálaði við hann og óskaði honum til hamingju með afmælið. Skál! Hún gaf honum stýrislíf úr rauðu flaugili. Þakkaði fyrir, en hvað þetta er fallegt. Hún sagði honum ekki hvernig hún viss afmælisdaginn. Vertu sæl! Gunnar bóndi í Brautarholti sýndi Palla verðlaunahænurnar sínar. Þetta eru snilldar hænur, sagði Palli. Já, það eru þær. Þetta eru miklar varphænur, sagði Gunnar. Sjáðu bara. Gunnar gaf Palla 24 egg í afmælisgjöf og 12 egg til að fara með í skólan. Takk fyrir eggin, Gunnar. Nú kom Svenni farandsali og gaf Palla körfu með jarðarberjum og hyrnu með þeytirjóma til að nota með afmæliskaffinu. Þakkaði fyrir, Svenni. Bum 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 bum, bum 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 dum, dirup bup 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 bururum.
Lovísa beið eftir Palla við skólann. Börnin höfðu teiknað stóra mynd af honum. Undir henni stóð skrifað til hamingju með afmælið og svo öll nöfnin þeirra. Þau höfðu líka búið til eftirlíkingu af bílnum hans, en þau vildu ekki segja honum hvernig þau vissu af afmælisdeginum hans. Palli var líka með gjafir handa þeim. Öll fengu þau súkkulaðikettling og svo eggin frá Gunnari í Brautarholti. Verið blessuð og sæl. Palli hafði næstum því lokið við að bera út póstinn. Hann var að gá að fleiri bréfum þegar Pétur birtist á dráttarvélinni sinni. Hann nam staðar til að óska Palla til hamingju með afmælið. Palli sagði honum að allir virtust vita um afmælið. Veistu ekki hvers vegna? Sagði Pétur og hló. Nei, en ég vildi óska ég vissi það, sagði Palli. Þá sýndi Pétur honum blað. Það var fréttablað vikunnar. Lít á þetta, sagði hann. Palli varð heldur betur undrandi. Í blaðinu var grein um hann. Fyrirsögnin var póstþjónn ársins. Þar var getið um störf hans, hjálpsemi hans við fólk, fæðingarstað hans og fæðingardag. Já, hérna, sagði Palli. Hvernig var hægt að grafa allt þetta upp? Eigðu blaðið til minja, sagði Pétur. Hakkaði fyrir, sagði Palli. Ég ætla að sýna konunni minni það. Hún verður sveig mér ánægð. Allt í lagi, Njalli, ég er að koma. Þetta hefur verið langur dagur, en nú höldum við heim. Mikið er leiðilegt að enginn veit hvenær þú átt afmæli, Njalli minn. Það gerir annars ekki til, því í kvöld höldum við veislu.